hefði kannski verið nær að fá alla til að tala hérna í dag. Magnað. Ég ekki búin að segja alla hvað ég ætlaði að tala og ég ekki heldur búin að segja Árna hvað ég ætlaði að tala En hann kom inn á það áðan, það sönn lofgjörð. Ég hef búin að útbúa prédikun hérna í lok vikunar. Rosalega blessaða og flotta prédikun. Nema ég svaf ekki í nótt. Guð vakti mig upp í nótt. Þetta búið að vera þung vika fyrir mig, en Guð vakti mig upp í nótt og hann myndi mig bara á hvað mér vantaði að lofa hann. Og gaf mér orð. Og mér langar til þess að reyna að tala það orð út. Og titillinn sönn lofgjörð. Vinir, það sem við sjáum hér á samkomum, þegar krakkarnir komu upp og syngja og spila, mögnuð lofgjörð hér í dag, by the way. Mögnuð lofgjörð. Bara smurning og gegnumbrot. En vinir, það sem við sjáum á samkomum í rauninni bara sýnisorn af því hvernig líf okkar á að vera. Líf okkar, vinir, á að vera lofgjörð til Drottins. Og vinir, Guð leitar að fólki sem tilbúið að tilbiðja hann í anda og sannleika. Og við sem kirkja, við megum ekki bara segja já, við lofum hann. Líf okkar þarf að vera lofgjörð. Í öllum kringumstæðinir þá gefur Guð okkur færi að lyfta upp nafni sínu. Og leið og við gerum það, og Árni kom inn á þetta áðan, Alli kom inn á þetta í bæninni, þá gerir hann veg okkar slétta. Það sem að gerist þegar við lofum Guð að það hefur engin áhrif á Guð. Guð býr í lofgjörð lífsins. Lofgjörð fyrst og síðast fyrir okkar hjarta. Það breytir okkur. Og það sem að við erum að gera þegar við erum í lofgjörð, við erum að beygja okkur við fætur frelsar okkar. Og við erum í rauninni að segja Drottinn, ekki minn vilji, heldur þinn. Og vinir, Ísland þarf á því að halda að fólk tilbiði Jesú í anda og sannleika. Að við séum ekki bara orðin tóm, heldur að við séum framgangandi í því sem að Guð hefur lagt á hjart okkar. Að við gerum það sem að Guð hefur sagt okkur að gera. Í Rómverjabréfinu 12. kafla að þá segir svo, ég brýniðu bræður eða systkin að þér vegna miskunnar Guðs þið bjóði sjálf ykkur að lifandi heilagri Guði þóknarlegri fórn. Við að vera fórn. Við ekki að hegða okkur eftir öll þessari, við að taka háttaskiptum með endur nýjung hugarfarsins. Og hvað þýðir endur nýjung hugarfarsins? Það þýðir það að þegar við lendum í kringumstæðum og okkur virðast allar bjargir bannaðar, þá leitum við ekki okkar eigið hyggjuvit. Við biðjum Guð að fara á undan. Við erum kyrr á meðan hann vinnur verkið. Má ég heyra amen? Þessi vika bara búin að vera pínu snúin. Hún búin að vera þung. Það voru hlutir sem að ég vildi einhvern veginn ná fram sem að kannski gengu ekki alveg upp að mínum skilningi. Og veitir það, ég hreinlega þessa viku, ég gleymdi að lyfta upp nafni Drottins yfir kringumstæður minnar. Guð vakti mig upp í nótt því að hann hefur gefið mér lofgjörð í hjartað. Ég hef áður ratað í þannig kringumstæður að ég hef alveg vitað hvað ég á að gera í erfiðum aðstæðum. En þarna var ég í nótt, búin að plana og gera hlutina svolítið í eigin mætti og ég hafði gleymt að senda Drottinn á undan. Og vinir, Jesús þráir að ganga með okkur á hverjum einasta degi. Þegar við tökum við Jesú Kristi sem okkar frelsara, þá minnumst við ekki hans bara einu sinni á ári eða einu sinni í viku. Við tölum við hann á hverjum einasta degi. Vinir, hann þráir að ganga með okkur í gleði. Hann þráir líka að ganga með okkur í sorg. Og ég skal segja ykkur það, vinir, ef við leitum hans þegar erfitt í lífinu, þá munum við kynnast hlið á Drottni sem að þú færð ekki að kynnast með öðrum hætti, því hann liljan ljúf í dalnum. Vinir, hann liljan ljúf í dalnum. Og þegar við leitum hans þegar okkur líður ekki þannig,
þá breytir hann ekki bara kringumstæður okkar, hann breytir okkur. Og vinir, ég hef séð hann gera þetta aftur og aftur og aftur. Því hann er trúfastur. Hann er trúfastur, má ég heyra amen. Það sem hann er að biðja vinir, er kirkja sem að tilbiður hann í anda og sannleika. Ekki bara í orðum, heldur með lífi í Jesú nafni. Og mér langar til þess að fara hérna í ritningarstað sem að við könnumst öll við. Og mér langar að benda ykkur á bara magna hluti sem að stendur þar, og það er í Postulasögunni 16. kafla. Margir kannast við þessi vers. En þau eru mögnuð og við getum nýtt þessi vers inn í líf okkar í dag. Og það stendur svo: miðnætti báðust þeir Páll og Sílast fyrir og lofsingu Guði. Páll og Sílas voru þarna að boða fagnaðarerindið Jesú. Og þeir mættu mótstöðu. Vinir, þeir mætti mótstaða fyrir 2000 árum og við mætum aftur mótstöðu í dag. En það þýðir ekki að við látum deigan síga, við höldum áfram að boða fagnaðarerindið, ekki satt. En þeir eru þarna í fangelsi. Þeir eru komin í fangelsi fyrir það eitt að boða hver Jesús er. Þeir voru settir í fangelsi og aftur fangelsin þarna voru ekki eins og Hólmsheiði í dag. Þetta voru hrikalegi staðir þar sem þú varst jafnvel bundin á höndum og fótum. Þú þurftir jafnvel bara að sitja í eigin, úrgangi. Þannig voru aðstæður. Og hvað gerðu þeir? Þeir fóru að lofa og lyfta upp nafni Jesú í kringumstæðunum. Vinir, Guð hefur allt vald á himni og jörðu. Og þegar við förum að lofa hann á miðnættustundinni, vinir, þá fara hlutir að gerast. Og þarna voru þeir bundnir á hendur og fótum og þeir fóru að lofa nafn Drottins. Þau fóru að lofsyngja nafni, þau fóru að lyfta upp nafni Drottins og þau fóru að gera það sem þeir eiga að gera á þessari stundu. Þau fóru að tala máttarverk Drottins og lýsa því yfir hver hann er, því að það er lofgjörð. Og vinir, þegar við förum að lofa Guð, þá hættum við að vera svona ábáslega upptekin af okkar eigin kringumstæðum. Það sem að gerist þegar ég og þú lendum í einhverjum vandræðum er að við fáum rörasýn. Við sjáum ekkert nema þær kringumstæður sem við erum í hverju sinni. Og við föttum ekki hvernig Guð getur endurlist kringumstæðunar. En vinir, Guð er stærri en allt, hann er meiri en allt. Og upprisu kraftur hans býr í þér. Hann er ekki bara einhvers staðar, hann býr í þér. Það þýðir að þú getur risið upp úr hverju einustu kringumstæðum. Þú þarft ekki að liggja flatur þar sem þú ert. Farðu bara að lyfta upp nafni Jesú. Og það sem að gerist þegar við lyftum upp nafni Jesú, við breytumst. Hann hefur áhrif á hjart okkar. Og við fáum þetta þolgæði. Allt í einu förum við að geta tekið þeim kringumstæði sem að Guð er með okkur í og við förum jafnvel að sjá tækifæri. Amen. Því að Guð er hann er meir en allt. Og vinni, þegar við förum að lyfta upp nafni Jesú, þá fara hlutir að gerast og höldum áfram að lesa. Halleluja. Þeir fóru að lofsyngja Guði. Og hverju voru að hlusta á þá? Bandingjarnir. Hinir sem voru líka fastir. Hinir sem voru líka í fangelsi, þeir fóru að hlusta. Vinir, það er fólk að fylgjast með þér. Hvað gerir þú í kringumstæðunum? Hvað gerir ég þegar heimurinn bankar á? Þegar óvinurinn reynir að koma gegn? Hver er ég þá? Og vinir, þá skiptir máli að vita hver við erum í Guði. Það er þá sem við setjum rætur okkar niður og við neitum að hreyfa okkur öðruvís en að lyfta upp nafni Drottins. Og vinni, það er fólkinn inni sem er í erfiðum aðstæðum sem að þarf að fara að byrja því að lyfta upp nafni Drottins. Það er að lýsa því yfir hver Guð er í kringumstæðunum. Má ég heyra amen? Halleluja. Og vinni, bandingjarnir voru að hlusta. Þegar þú ert í einhvers konar fangelsi þinna kringumstæðina, fólk er að fylgjast með. Ég fæ svo oft, þegar ég er í ræktinni, ég er alltaf að tala um ræktina út að við erum svo mikið að vitna í ræktinni, ég og Jóhanna.
biðja fyrir Jóhannu, hún lasin og Begga líka. Fólk spyr mig ítrekað, hvað áttu? Hvað áttu? Þú ert alltaf glöð, sem ekki alveg satt en yfirleitt. En fólk sér, vinir, það sér að ég á eitthvað, það sér að Jóhanna á eitthvað sem ekki hönd á komandi. Og veitir það, ég nota alltaf tækifæri og lyftum nafni Drottins. Því hann hefur gert vegu mína slétta. Hann hefur rétt við minn hlut. Það eina sem ég þarf að gera er að vera trúföst í hennu smáa. Ég þarf að vera dugleg að gefa honum dýrðina. Af hverju? Því að það hefur áhrif á mig. Það endurleysir mig og það endurleysir líka kringumstæðna sem ég í. Má ég heyra amen? Þannig í Jesú nafni. Bandingjarnir eru að hlusta. Hvað gerist í lofgjörni? Það var skyndilega landskjálfti. Hann var mikill, svo grunnu fangelsisins riðaði. Vitið það, þetta er það sem að gerist þegar við förum að lyfta nafni Drottins Guðs á miðnætu stund í okkar lífi. Þegar allar bjargir virðast lokaðar. Þegar við gerum það sem við eigum að gera. Og hættum að mögla hvart og hveina og við förum að lyfta upp höndum okkur og segja Drottinn, mér líður ekki þannig en ég ætla að lofa því. Ég veit að þú ert trúfastur. Ég veit að þú ert réttlátur. Ég veit líka að þú hefur sagt að allir hlutir samverki til góðs. Líka þessar erfiðu kringumstæður. Líka þessi missir. Líka það sem að ég hefði aldrei trúað að ég gæti gengið í gegnum. Drottinn, ég veit að þú myndir rétta við minn hlut. Þegar við förum að lýsa þessu yfir, þá kemur landskjálfti. Og það sem að gerist er að böndin fara að detta af okkur eitt af öðru. Það er það sem að gerðist. Þeir lofuðu Guð og allt í einu fóru jarðskjálftinn að hafa áhrif á fangelsið þeirra. Það brotnuði af þeim, böndin sem héldu þeim. Er ekki flestir Íslendingar með hasperur í þumlunum og með áskriftanir Netflix og YouTube? Jú, alveg potið. Höldum áfram að lesa. Jafnskjótt opnuðust alla dyr. Og fjötrarnir féllu, ekki bara þeim, heldur af öllum. Er það að lesa þetta með mér? Viljið þið að fjötrar falla af ykkur? Viljið að fjötrar falla af öllum í kringum ykkur? Öllum bandingum sem eru á sama stað? Prófið að lofsyngja Guði í kringumstaðnum. Halleluja. Fangavörðurinn vaknaði við og hann sá fangelsisdyrnar opnar, dró hans sverð þitt og vildi fyrirfara sér. Þar sem hann hugði fangana flúna. Páll, alveg magnaður. Þá kallaði Páll hárri raustu, gerð þú sjálfur þér ekkert mein. Við erum allir hér. Ég hefði bara hlaupið í burtu. Ég hef verið svo fegin að vera frjáls að ég hefði hlaupið úr þessum aðstæðum. En ekki Páll. Fangavörðurinn bað ljós, stökk inn og féll óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leitaði hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gera til að vera hólpinn? Vers 31 sögðu, en þeir sögðu, trú þú á Drottinn Jesú og þú munt verða hólpinn á heimilið þitt. Og þeir fluttu honum orð Drottins og öllum á heimili hans. Samstundis tók fangavörðurinn þá með sér nóttina, laugaði meiðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skírður og allt hans fólk. Sjáu þið hvað Guð er góður. Síðan fór hann með þá upp í húsitt, bar þeim mat og hann og allt heimafólk hans fagnaði yfir því að hafa tekið trú á Guð. Má ég heyra amen? Halleluja. Guð myndi mig á það í nótt að fyrir cirka 10 árin síðan, mörg ykkar hafið heyrt hennar vitnisburðin, 10-11 árin síðan, að þá fór ég inn í kringumstæður sem ég hefði aldrei trúað að myndi einhvern veginn opnast mér. Og ég var forstöðumaður í Krossunum
allt í einu, bara á svipstundu. Það sem að margir ekki vita að við vorum í erfiðum aðstæðum, það fór ekki á milli mála, ásakanir bara í fjölmiðlum og svo framvegis. Það sem að færri vita við vorum líka í rosalega erfiðum fjárhagsmálum. Vorum á ofboðslega erfiðum stað, í mjög erfiðum kringumstæðum og við vorum í rauninni tæknilega gjaldþrota. Margir á þessum tímapunkti koma máli við mig og sagði við mig, veistu það Sibba, þetta búið. Nú skulum við bara leggja söfnuð niður, þetta búið. Það engin leið. Og vinir, í hinu ytra, þá var engin leið. Við vorum að tala það var ekki bara á einu sviði sem að allt var í klessu, það var nánast á öllum sviðum. Nánast á svipstundu þurrkaðist kirkjan út. Í hinu ytra þá var engin leið. Ég og Alli fórum heim og við tókum svo sannarlega á móti ýmsum ráðleggingum og við fórum að biðja. Alveg frá því ég var lítil stelpa þá hef ég vitað að það köllun á þessari kirkju. Það köllun. Og vitið það, jafnvel þótt að ytri aðstæður segi eitt, þá hefur Guð alltaf síðasta orðið. Og það einhver sem þarf að heyra þetta í dag. Jafnvel þótt að ytri aðstæður þínar segi eitt, þá hefur Guð síðasta orðið. Við fórum að leita Guðs. Við fórum að gera það sem við vorum nógu stóra að gera. Við tölum við bankan, fórum að semjum skuldir og svo framvegis, fengum afskrifað og svo framvegis. Og vinir, á nokkrum árum þá hefur Guð algjörlega snúið við högum okkar. Af hverju? Út af því hann stendur við orð sitt. Og vinir, jafnvel þótt að þú sért upplifið það, að þú sért bara algjör svartnætti, þá hefur Guð síðasta orðið. Og það eitthvað sem að þarf að fá þetta inn í andasinn og ekki bara fá þetta inn í andasinn, fara að tala þetta út yfir lífi sínu. Guð hefur síðasta orðið. Og vinir, á okkur 3-4 árum, þá fórum við úr því að vera 150 milljónum yfirveðsett í að geta selt húsið okkar með góðum hagnaði og keypt þessa kirkju skuldlaust. Guð nefnilega fullfær fyrir alla þá sem ákalla hann. En það sem hann fór fram á við mig var að ég þurfti að hætta að hlusta á neikvæðis raddir. Ég þurfti að treysta því sem að Guð hafði sagt inn í hjarta mitt. Og stundum það erfitt þegar þú ert með fólk í kringum þig sem að talar úr þér kjark. Og vinir, að vera vinur allra stundum til tjóns. Við þurfum að passa hverjir í okkar innsta hring og við þurfum að passa að við leyfum ekki öllum að tala inn í líf okkar. Og það var kannski erfiðasta reynslan af allri þessari reynslu. Það var það að átta sig á því að vinir, þeir geta ekki verið hvernig sem Þú þarft að velja vini þína. Þú ert að velja fólk sem þú ert í kringum. Leið og gerir það að þú kemstu á beinar brautir. Og Guð var þarna að kenna okkur í gegnum þessa erfiðu reynslu að við ekki að setja, Alli kom inn á það, við ekki að setja traust okkur á fólk. Við að setja traust okkur á hann. Og vinir, þegar við fórum að gera það, við fórum að tala yfir kirkjuna, það sem að hún átt að gera, það sem hún var kölluð til þess að gera, það sem að ég var kölluð til þess að gera í kirkjunni, þá fór allt að breytast. Og vinir, við þurfum að passa hvað við segjum því að dauð og líf á tungunar valdi. Og ég bið Drottinn að setja, þið vitið, múlbind okkur, þannig að við förum ekki að tala ykkur af vitleysu yfir líf okkar. Við förum að tala lofur Guðs yfir líf okkar. Því að vinir, hann hefur alltaf síðasta orðið. Og ef að einhver kirkja í dag á ekki að vera til, þá það sennilega þessi kirkja. En Guð hefur síðasta orðið. Og vinir, það sama þitt líf. Guð hefur síðasta orðið. Ekki það sem einhver sagði einhver tíman. Ekki kringumstæðurnar sem að þú gekkst í gegnum á þessu ári. Ekki sársaukin sem að hvílir á hjartanu. Það ekki síðasta orðið. Hann hefur síðasta orðið.
Og vinir, í dag að þá getum við valið. Við getum valið að trúa Drottni eða við getum valið okkar eigið hyggjuvit. Og ég skal alveg lofa okkur því, okkar eigið hyggjuvit, það er bara stundum með þetta og stundum alls ekki. Og oftast alls ekki. Og vinir, þegar við leitum fyrst ríkis Guðs og hans réttlætis, þá mun allt annað veitast okkur auki. Má ég heyra amen? Þannig að þegar við þurfum að lofa hann í kringumstæðunum, þá kemur þessi jarðskjálfti. Og vinir, stundum þurfum við jarðskjálfta. Stundum það bara alltaf hristast í kringum okkur til þess að hluti sem hafa fest á okkur, detta af okkur. Við að stundum notar Guð erfiða kringumstæði til þess að brjóta upp hluti, til þess að færa okkur inn á þann stað sem hann hefur ákveðið. Og þegar við byrjum að lofa hann, vinir, það er þá sem við fáum þennan arnar. Hvað ætla ég að segja? Arnarkraft, takk fyrir Árni minn. Ég þarf stundum hjálp þegar ég er að predika. Ég dett svolítið út. En minni, það er þá sem við fáum þennan arnarkraft. Og allt í einu horfum við á sömu kringumstæðum allt öðrum augum. Allt í einu sjáum við á Guð er með þetta. Og vinni, það er fólkinni sem að þarf að vita að Guð er með þetta. Kringumstæðurnar sem hann er búin að setja því þar sem að þú hefur jafnvel bara berstrípaður á alls konar. Vinir hafa farið. Þetta hefur gerst. Þetta hefur gerst. Allt hefur þetta gert það verkum að þú ert hér í dag. Og það er nýtt upphaf hér í dag. Það er nýr framtíð hér í dag. Hann er ekki búin að missa tökina á þessu öllu saman. Má ég heyra amen? Halleluja. Í Jesaja 40. Hann veitir kraftinum þreytta og þróttlausum eigur hann mátt. Ungir menn þreytast og lýjast. Æskumenn njóta og falla. En þeir sem vona á Drottinn. Og hvað þýðir þetta vona á Drottinn? Ég kíkti á þetta orð vona á Drottinn. Það þýðir að teygja á. Hafið þið verið í kringumstæðum sem hafa bara teygt á ykkur? Been there, done that. Má ég sjá hendur á lofti? Hafið þið verið í kringumstæðum sem hafa teygt á ykkur? Þeir sem vona á Drottinn upplifa þessa teygju. Og jafnvel að stendur twist. Það er eins og eitthvað gerist í kringumstæðunum. Og vinir, ég fann það í nótt þegar Guð vakti mig og hann myndi mig á það, veistu að Sibba, þú ert ekki búin að vera að lofa mig. Og ég fór að lofa Guð, það er bara eins og ég eignaðist nýjan kraft. Ég er ósofin, ég er með nýjan kraft. Allt í einu get ég svifið upp á vængjum eins og örn og ég fer allt í einu að hlaupa og ég lýst ekki. Vinni, þetta hefur ekkert með mig að gera en þetta hefur allt með Guð að gera. Þannig í staðinn fyrir að vera að rembast í eigin hyggjuviti, jafnvel að horfa á kringumstæðurnar og sjá ekki annað, prófa það, lyfta höfðinu, hvað sagði Davíð? Ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun eigi láta fótinn skriðna, vörður þinn, hann blundar ekki. Vörður þinn sefur ekki, hann er vörður Ísraels. Það er sá sem við trúum á, vinir. Takt á móti því inn í anda þinn. Vinir, þegar Guð er með okkur í lifi, þá getum við ekki annað en unnið í lífinu. Hann er með. Hann er með. Og vinir, ég hef séð hann gera stórkostlega hluti. Halleluja, og hann getur gert það sama fyrir þig. Og þeir sem vona á Drottinn, þeir fá nýjan kraft. Þeir búið að teygja á þig, en þú kýst að standa. Þú kýst að játa hann í kringumstæðunum. Þú kýst að lofa hann, þá færðu nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Í fyrra Þessalóníkubrefi í 5. kafla versi 16, þetta er út allt í orðinu, ég ætla bara að gefa ykkur nokkur reikningastæði þannig að þið sjáu það. Biðjið án afláts, þakkið alla hluti. Vá.
þakkið alla hluti. Er hægt að þakka alla hluti? Já. Vitið að suma kringumstæður bara þannig, eins og ég sagði ykkur frá þarna með vinina. Ég þakkaði Guði fyrir það. Út af það er blessun þegar Guð hreinsar í líf okkar. Þegar hann tekur fólk út úr líf okkar, það er líka gott. Þetta samvirkar allt í góðs, vinir. Má ég heyra amen? Þannig að þegar við erum að þakka, munum það að þegar við þökkum fyrir alla hluti, stundum er það bara lexía. Stundum er það lexía sem að Guð er að kenna okkur og við erum að þakka fyrir það. Halleluja. Stundum er það bara þannig og stundum eru það erfiða lexíur að læra. En vinir, gefum Guði þakkir í öllum hlutum. Og þegar við gefum honum þakkir að þá breytast kringumstæðurnar okkar. Og ef að kringumstæðurnar breytast ekki, þá breytumst við í kringumstæðunum. Gefum þakkir. Ég hef svo margt að þakka fyrir og ég veit að allir sem hér eru inni hafið svo margt að þakka fyrir. Gefum þakkir í öllum hlutum. Það er vilji Guðs með ykkur í Kristi Jesú. Filipi brefi 4. Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt. Heldur gerið í öllum hlutum óskirið að kunnar Guði með bæn, með beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjört ykkur og hugsanir í Kristi Jesú. Halleluja. Þannig að við í dag, við ætlum að lofa hann. Við ætlum að lyfta upp nafn hans í öllum kringumstæðum. Við ætlum að sjá hann hvernig hann gerir veg okkar slétta. Hvernig hann hefur áhrif á okkur í gegnum lofgjörna og þannig að við horfum ekki á það sem er ómögulegt. Við fljúum á vængjum sem ernir. Við fljúum yfir kringumstæðurnar. Halleluja. Á lokum vil ég fara hérna í Jesaja 54. Fagna þú óbyrja, sem ekki hefur fætt. Hef upp gleðisöng. Lát kveða fagnaðaróp, þú sem eigi hefur haft fæðingar í þér. Því að börn hinnar yfirgefnu verða fleiri en giftu konunnar, segir drottin. Halleluja, rísum á fætur. Drottin, ég bið fyrir kirkju þinni hér í dag, drottin minn, ég þakka þér fyrir náð þín og miskunn. Ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú ert að gefa okkur náð til þess að fljúa yfir kringumstæðurnar sem að þú ert með okkur í. Hjálpa okkur, drottin minn, til þess að horfa ekki bara með okkur svona röra sín á kringumstæðurnar, heldur að horfa á þig, drottin. Og ég biði, drottin minn, að þegar við förum að lofa þig, drottin minn, viltu gera verkum að það verður landskjálfti. Að böndin detti af okkur eitt af öðru og að bandingjar allt í kring sjáu það. Og gefðu okkur náð þegar fólk spyr að gefa þér alla dýrð, alla lofgjörð, allan heiður. Í Jesú nafni. Harabashikira bahaya Jesús. Drottin, mig langar sérstaklega að biðja fyrir þeim sem er að syrgja hér í dag. Drottin, ég biðum að koma inn í aðstæður, drottin minn, og gefa smyrsl á öll sár í líf okkar. Gefðu okkur náð, drottin minn, að taka við lækningu þinni. Jesús. Halleluja, Jesús. Ég þakka þér fyrir, drottin minn, að þú komst til að setja saman brotin hjörtu. Ég bið drottin minn, með þinni kærleikshendi viltu setja saman brotin hjörtu hér í dag. Drottin, við leggjum okkur á altarið þitt. Ég bið að eiga við hjart okkar. Ég bið að eiga við tilfinningarnar okkar, drottin minn Jesús. Og viltu gefa okkur löngun og þolgæði, drottin minn. Halleluja, löngun til að lofa þig. Löngun til að fylgja þér, drottin minn Jesús. Löngun, drottin minn, til að gefa þér alla dýrð. Heilagi Faðir, mér langar til að bjóða ykkur þeir sem að þurfa á að halda, jafnvel þótt þið þurfa ekki að þið halda,
ef þið viljið fyrirbæn. Endilega komum hérna fram, gefum okkur smá tíma og leifum Guði að eiga við hjart okkar, vinir. Ekkert vera að flýta okkur hér í dag, eigum samfélag og bara komum fram og fáum frá Guði það sem að Guð hefur fyrir okkur í dag. Má ég heyra amen? Annars elska ég ykkur. Ég elska þennan söfnuð. Þið eru yndisleg. Og við stöndum saman í kringumstæðum lífsins til þessi leikurinn gerður. Amen.